Já, Snorri, Ísrael, miðvikudagskvöldið, ertu klár? Kemur í ljós? Já, ég held það, nokkuð stemdur. Já. Og ég held bara að við séum það í liðinu. Já. Gríðarlega, já, eins og sagði Björg áðan, lítið lið kannski á pappírum en þetta er stórt verkefni. Já, þetta er rosa stórt verkefni og líka ennþá stærra því að við erum ekki inn á HM núna í janúar, þannig að það er bara gríðarlega mikilvægt bara fyrir allt sem við kemur landsliðinu að við komumst inn á næsta mót og fyrir okkur sem lið og handboltann bara í heild sinni. Þannig að það er eins gott að vera tilbúnir og hvert einasta stig. Við þurfum bara 4 stig úr þessu leikum, það þýðir ekkert að segja eitthvað öðruvísi, það er bara þannig og við þurfum að byrja á miðvikudaginn. Náttúrulega endalaust leiðilegt að vera að rifja þetta Bosníu-verkefni upp. Það er bara partur af því. Já, bara partur af því. Við erum náttúrulega, þetta eru sömu strákarnir og mestmægni sem voru að spila þá leiki. Þarf hausinn bara að vera í betur standi heldur en á móti Bosníu? Já, til dæmis. Ég held að það sé ekki spurning. Það er erfitt að benda samt á einhvern eitt hlut sem var aðeins á móti Bosníu, menn það var bara fullt af hlutum sem spiluðu inn í þar. Og ég hef full trú á þessu lið og okkur hérna, þannig að ég hef engar áhyggjur af því og ég held að menn séu bara mjög konsentir í það að gera betur og koma okkur allan inn á næsta stórmót. Það er engin hætta á því að þjóðin sé farin í pílu og fyll ekki höllina á miðvikudagskvöldi? Ég myndi alveg skilja það sko, en nei, ég veit það ekki. Það er bara þannig, menn að ef þú kúkar á gólfið þá er þetta að byrja að móka upp þetta í skítinn og svo getur þú fara að gera fínt sko, en auðvitað vonustu eftir að fólk komið, það segir sig sjálft og það hefur alltaf verið sérstaklega í höllinni ómetanlegt að hafa stuðning áhorfenda og auðvitað viljum við hafa það alltaf þegar við spilum þar. Þú er búinn að spila lengi erlendis með nokkrum félagsliðum. Þekkir þú einhverja leikmenn þarna í Ísrael? Ég þekki nú ekki persónulega. Það er einn alveg herraðinu sem spilaði í Bundesligunni. Ég held að hann sé í liðinu, ég hef nú ekki séð nafn á listan, þannig að ég... Sá sem spilaði með Lemko, eða? Já, og Öxlar held ég. Þannig en annars þekki ég það ekki og ég held að það hljómar nú ekkert eitthvað arrogant, en við kíktum nú aðeins á það áðan og það er bara þannig í þessu sporti sko og öðrum íþróttum líka bara. Ef það ert ekki á tánum og það ert ekki að ætla að gera þetta með vinstri þá er þetta oft bara gildið niður. Þannig að það hefur gerst hjá okkur áður og ég held að ef við gerum þetta eins og menn og erum á tánum frá fyrstu mínútu þá vinnum við leikinn og við getum gert það nokkuð þægilega en ef ekki þá lendum við í vesenni. Þið strákarnir náttúrulega sem eru að taka þátt í þessu og spila á miðvikudagskvöldi, eru búin að spila lengi, mörg ár saman. Eru þið búin að ræða eitthvað svona ykkar á milli þetta verkefni? Ég bara gera þetta sem menn, spýti lóna og þrýfa upp þessi skítinn sko. Ég held að við höfum alveg rætt það voru allir bara, það var gríðarlegt áfall að tapa fyrir Bosníu. Vildu allir fara á HM og líka að horfa á Ólympíuleikana í Ríó. Það var svona allavega fyrir mig og örgulega marga aðra mikil gulrót. Þá var það bara áfall og meira áfall sem er kannski heldur en þegar við töpuðum 2008 eða eitthvað slíkt sko, það komist ekki stórmál þá. Þannig að ég held að ég vona það bara og ég gerir ráð fyrir því að allir hérna, hvort þessi eru gamlir eða búin að vera lengi eða séu nýkomnir, séu stendir í þetta. Já. Koma þarna, tveir strákar á nýjir hérna á æfingu núna, Beggi, hvernig líst þér á það? Bara mjög vel sko. Þetta er náttúrulega strákar sem þú þekkir vel? Ég þekki þetta allt sko, Beggi hefur oft verið í þessu áður og Einar Hólkesson líka í þessu, nú er bara góð neitt rétt eftir, hann á meira svona aðeins meira tötselt í þeim bróður sinn sko, þannig að það er bara mér líst vel á það og það er alltaf gott að fá nýja gauðra inn og það vonandi bara þeir geti stimplast aðeins inn og sýnt sig fyrir landsfélaginu, fyrir þá. Ég talaði við Björga hérna og það er 6 ár síðan hann var að æfa með ykkur síðastæðan og hann sagði að það veri litla framfarir í liðinu í fótboltanum. Nei, það er örgulega lítið breytt, gamlir inn og ég skoraði, þannig að þetta er bara örgulega svona déjà vu fyrir hann sko. Takk fyrir það.